Lítið margumbeðið óskalag þennan föstudaginn hér á Suðurland FM Sníklabandið með lag sem að heitir Selfoss er og margir sem að finnst að tilheyra sérstaklega í ljósi þess að fótboltinn á Selfossi er líklegast að fara að upplifa sitt sína stærstu stund á morgun og það er mætur maður á línunni hérna hjá mér. Hann heitir Gunnar Borgþórsson og þjálfar meistaraflokk kvenna á Selfossi. Komdu sæll og blessaður, Gunnar. Sæll og blessaður. Er úr vegi að segja bara hreinlega gleðilega hátíð? Nei, þetta það bara sé akkurat það sem við eigum að vera að segja núna þessa dagana. Er það ekki? Hvernig er stemmingin hjá ykkur í kringum fótboltan á Selfossi núna? Stemmingin er mjög góð og hefur reynda verið góð í allt sumar og þess að alltaf að magnast aðeins núna svona tína sem við komast að þessum stóra leik. Já. En þarna er fólk að átta sig á því kannski að þetta er náttúrulega langstærsti leikur sem að fótboltinn á Selfossi hefur spilað, allavega kvennaboltinn. Þú varst nú viðriðin karlaliði sem að fóru upp í Pepsi-deildina í fyrsta sinn á sínum tíma. Er þetta svona svipuð stemming og svipuð tilfinning? Það jafnast ekkert á við það að spila svona úrslitaleik og þó að hafi vissulega verið einstakt að komast hérna til Úrvalsdeild og spila þar þá er deildakeppnin aldrei eins og það er meiri í húfi kannski þegar að þú spila svona úrslitaleik. Þetta er eitthvað sem að þú hugsanlega átt bara eftir að upplifa einu svona á ævinni. Þetta eru fáir leikmenn og þjálfara sem að komast í þessa aðstöðu. Þetta er einn leikur 90 til 120 mínútur og það getur allt gerst. Það getur allt gerst, það er nú það skemmtilega í þessu. Já, það er eiginlega, við getum eiginlega sagt að það sé það skemmtilega við boltan. Það er kannski ekkert, það sem að dregur eiginlega ekkert úr þessu hvað þetta er merkilegt er það að meistaraflokkur kvenna var endurvakin, getum bara sagt stofnaður í núverandi mynd árið 2009, þannig að þetta er ekki gamalt lið. Nei, það er ekki gamalt, hvorki liðið sjálf né leikmenni. Það er engin leikmaður í hópnum fæddur fyrir 1990. Já. Sem er frábært og því erum við að fara að spila á mörgum ungum stelpum sem er að fá þetta stóra tækifæri snemma á lífsleiðinni sem er aðeinslegt og þetta er þriðja árið núna í efstu deild og það er bara frábær árangur held ég og við getum öll verið stolt af því hérna á Suðurlandinu að vera með lið komið svona hátt á fáum árum. Á svona fáum árum, nákvæmlega það sem að margir hafa verið að hugsa en svona í hópnum og nú náttúrulega er alltaf ákveðin undirbúningur fyrir leiki. Hefur ákveðið að breyta eitthvað út af venjunni núna fyrir þennan leik? Nei, við breytum nú ekki mikið út af. Við svona kannski reynum að vera meira saman þessa vikuna, þessa bikarviku og svona sprella þeins í staðan fyrir að taka frí á æfingu þá hittust við í gær og leikum okkur aðeins og bara njóta þess að vera saman. Já. Og en undirbúningur sem slíku verður ekkert öðru sér þannig séð sko. Já, búið að setja dresscode á þjálfaraliðið? Það er búið að setja dresscode við ákvæðum það saman og ekki bara þjálfaralið, bara starfsfólkið og stelpurnar auðvitað. Við berum virðingu fyrir því sem við erum að gera og þetta er stærsti leikur í svona íslenskri knattspyrnu ár hvert og við þurfum að bera virðingu fyrir því. Já. Nú byrjar heljarinnar húlum hæ hjá hótelinu á Selfossi á morgun. Já. Klukkan 11 er það ekki? Jú, 11 þá er fólki búið að koma og mæta í grill og svona verið í einhverju húlum hæ. Ég er svo ekki alveg með þá hreinu hvað eiga sér stað þar. En það er allavega gefst fólki tækifæri til þess að gefa stelpunum smá hvatningu að þeir fari í sína rútu og það verður aldrei smáling og hátukastanar og eitthvað sprell fyrir krakkana og svo bara halaróa af grænum rútum sem að fara í Laugardalinn og styðja okkur. Já, við erum að tala fríar sætaferðir frá Guðmundi Þyrfingsson ætlaði að splæsa í sætaferðir. Já. En þarna við förum svona nánar út í það. Hvernig er ekki bara með þáttaka? Jú, ég ætla bara að vona það. Selfossliðið hefur fengið gríðarlega góða stuðning og á öllum leikjum sumarsins og þar á meðal
átt stúkuna í Vestmannaeyjum og Akranesi og Akureyri og stuðningsmenn Selfoss voru valdir stuðningsmenn Pepsi-deildarinnar fyrir 1-9 núna á KSÍ og það bara eitthvað sem við með að stolta líka og þetta heldur allt í hendur þetta árangur liðsins og þessi stuðningur sem það fá þetta skiptir ótrúlega miklu máli en ég vona það að við fjölmennum í rúturnar. Nákvæmlega andstæðingurinn gríðarlega sterkt lið Stjörnunnar búin að kortleggja liðið. Já, við erum ekki að spila við Stjörnuna í fyrsta skiptið og þetta svona reynslu mikil vél sem að mallar og þær kunna sitt og gera það vel en við undirbúum okkur auðvitað eins vel og við getum og við sjáum fullt af möguleikum í þessu fyrir okkur. Já, akkurat. Þannig að svona áður en ég sleppi þér og þakka þér fyrir spjallið nú svona eins og ég sagði hérna áðan þegar að Gunnar Borgþórsson talar þá hlustar fólk. Ég ætla að athuga, eitthvað sem þú vilt segja við fólkið hérna úti áður en að ég sleppi þér í áframhaldandi starf, áframhaldandi vinnu? Já, það er nú kannski ekki nema bara það að ég vona svo innilega að sjá sem flesta í stúkunni og ég geti horft upp í stúku og stelpuna líka og þekkt þar alla okkar vini og stuðningsmenn og geta hort og brosa framan í fólk langt fram eftir viku og við getum glas saman eftir leik. Já, ég segi bara síðastur yfir brúnasleik og ljósin. Já, nákvæmlega, hver sem úrslitin verða þá getum við verið stolt af þessum árangri og stelpunum og ég bara þakka þér kærlega fyrir spjallið, þakka þér fyrir gleðina sem þú hefur fært okkur stuðningsmönnum Selfossliðsins í sumar og gangi þér vel á morgun. Það var takk kærlega sömuleiðis. Takk, bless. Bye bye. Skellum í eins og eitt stykki Tínu Turner áður en að við hvetjum ykkur til þess að mæta á öllin á morgun.
Suðurland FM í beinni frá Selfossi á 963.